Þetta Lögberg 101, aðal fyrirlestrarsalurinn okkar. Hér fer fram kennsla, bæði fyrirlestrar og umræðutímar. Og hérna eru líka reglulega haldin málþing á vegum lagadeildar og orators. Það eru takmörk fyrir því hvað íslenskir dómstólar geta gengið langt í að túlka íslensk lög. Í rauninni skrítið á hljómar, þá held ég að það sem heillar mig mest í lögfræði sé almenn lögfræði, lögskýringar og réttarheimildafræði, sem er í rauninni það sem maður er að læra fyrst og það er svolítið svona, maður er undir svolítið pressu þegar maður er að læra það. Lögfræðin er lifandi og spennandi fræðigrein. Hún hjálpar manni að skilja í raun gangverk alls samfélagsins, þess sem er að gerast í fréttum á hverjum degi, í pólitíkinni, í viðskiptum. Hún eiginlega tengist öllum svona sviðum mannlegs lífs. Lagadeildin hefur tekið gríðarlega miklum breytingum á undanförnum áratug eða svo. Og við höfum virkilega leitast við að gera breytingar sem að eru í takt við svona dýnamískari nálgun á lögfræðinámið. Við erum með ákveðnar undirstöður, 3 ára BA-nám, og við höfum reynt að styrkja það, halda í þessa sterku fræðilegu undirstöður. Og þegar að síðan BA-náminu lýkur, þá getur nemandinn farið í meistaranám og þar erum við með mikið framboð af mjög sterkum meistaranámskeiðum. Almenn lögfræði er í rauninni það fag innan lögfræðinnar sem að lítur að lögfræðilegum vinnubrögðum, í raun aðferðafræði lögfræðingsins. Þannig að því leyti til er almenna lögfræðin almenn, hún fjallar almennt vinnubrögð lögfræðinga og hún er líka ákveðið svona grundvallarfag vegna þess að allir lögfræðingar þurfa að tileinka sér almenna lögfræði, þurfa að vera svolítið færir í almennri lögfræði og þess vegna er þetta fag haft á fyrsta ári og gerð krafa í raun það að allir sem ætla hér að halda áfram námi við deildina séu búnir að læra almenna lögfræði og sýna að þeir kunni skila á henni. Já, ég valdi auðvitað lagadeild Háskóla Íslands af því að mér fannst námið uppsett á þann hátt að það veitti manni mjög greinagóða þekkingu á grunnsviðum lögfræðinnar. Og fræðilega nálgunin heillaði mig og það geta verið að námið myndi gera mig kleift að starfa á öllum sviðum lögfræðinnar. Ég er mjög sátt við það að hafa farið í lagadeildina og afla mér þessara menntunar. Og mér finnst hún hafa nýst mér mjög vel, bæði lögfræðin og líka þessi agi í textagerð sem ég lærði í lögfræðinni, að beita tungumálinu á skýran hátt og beita rökfræðinni. Og ég mæli hiklaust með henni, mæli hiklaust með þessu námi því að mér finnst að breiddin sem að það gefur, hún er bara ómetanleg, það er svo mörg tækifæri, það er svo margt hægt að gera, það þurfi ekki allir að fara sömu leið og þetta er akkurat nám fyrir þá sem líka fyrir þá sem að vilja prófa eitthvað nýtt. Í kjallara Lögbergs er að finna bóksölu Úljóts, þar sem læra að kaupa bækurnar sínar á hagstæðasta verðinu. Úljótur hefur 2 meginhlutverk á sinni könnu. Upprunalega var hann stofnaður sem tímarit á sviði lögfræði og er þetta elsta lögfræði tímarit sem er gefið út af nemendum á Norðurlöndunum og síðan í seinni tíð hefur hann tekið sér á hendur að reka bókasölu í kjallaranum á Lögbergi og er þar með líka orðin stærsta og jafnframt eina sérhæfða bókasalan á sviði lögfræði á Íslandi. Á efri hæðum Lögbergs er síðan að finna skrifstofur kennara, bókasafnið okkar sem er stærsta lagabókasafn landsins, lesstofu laganema og Lögbergsdóm. Lögbergsdómi var komið að fót árið 2007 en þar fór nemendur tækifæri til þess að spreyta sig í tilbúnum réttarhöldum. Ræðunámskeið orators hafa líka verið haldin í Lögbergsdómi sem og kennsla sem stundum fer fram þar. Dómstjóri Lögbergsdóms skipuleggur sýndarréttarhöld sem nemendur taka þátt í til að æfa sig í málflutningi. Virðulegi dómur, ég ítreka gerðar kröfur og legg máli í dóm með hefðbundnum fyrirvara. Jafnvel þótt við stöndum á gömlum merg, þá höfum við með þessum breytingum okkar og þessum nýja ferskleika með unga fólkinu og svona breyttum áherslum í kennslu og breyttir uppbygging á náminu held ég náð að færa okkur úr því að vera ekki bara stærst og elsta deildin heldur líka vonandi framsækin og dýnamísk deild sem að
sem að gaman er að vera hluti af. Við reynum með samstarfi við Orator að skynja hvað brennur á nemendum á hverjum tíma, þannig að það er ekki þannig að einhver komin í lagadeild og hann einhvern veginn hverfi bara í fjölda. Þetta er samfélag. Orator er hluti af 2 alþjóðlegum samstarfum. Við erum í samstarfi við Ohio Northern University og þar skiptist við á að bjóða hvort land býður laganemum í hinu landinu í viku heimsókn. Og í þeirri viku þá gerum við marga skemmtilega hluti, fáum meðal annars að heimsækja Hæstarétt Ohio og sjá fangelsi, ekta fangelsi, skjóta byssu og fara í ride-along með lögreglunni. Og á leiðinni heim þá höfum við reglulega heimsótt Hæstarétt Bandaríkjanna líka. Ég hafði mestan áhuga á félagsvísindagreinum og lögfræðin var sú grein sem höfðaði mest til mín. Námið við lagadeild Háskóla Íslands undirbjó mig mjög vel fyrir störf sem dómari og reyndar líka fyrir önnur störf sem ég hef gegnt. Meistarnámið í lagadeild eru 2 ár en nemendum gefst kostur að taka hluta af þeim í háskólum erlendis í skiptinámi. En þetta er náttúrulega fag sem að opnar mjög margar dyr, þannig að það er alls ekki þannig að fólk þurfa að vera ákveðið í því 20 ára gamalt að ætla sér að verða lögmaður eða eitthvað svoleiðis, flytja mál eða verja glæpamenn í réttarsal. Og það er líka algengur misskilningur. Heyri ég stundum hjá fólki sem er að byrja í lögfræði að það haldi að lögfræðin sé svolítið bundin við Ísland vegna þess að þú ert að læra íslensk lög, það ekki? En þetta er ekki þannig. Það er þannig að íslenska réttarkerfið er svona hluti af ákveðinni fjölskyldu réttarkerfa og nám í lögfræði frá Háskóla Íslands nýtist þér mjög vel í framhaldsnámi erlendis í lögfræði. Þú getur unnið við lögfræði störf á erlendri grundu, þú getur tekið próf og aflaði lögmannsréttinda í erlendum ríkjum og svo framvegis. Þannig að íslenski lögfræðingar eru að vinna út allan heim og geta nýtt menntun sína þetta á mjög víðum grundvelli.